Nú ætlum við að skoða hættur tengdar rafmagni. Rafmagn er hættulegt. Við þurfum að passa okkur að stinga til dæmis aldrei járnhlut inn í innstungur. Flestar innstungur eru með vörn, þannig að það er ekki hægt að stinga prjón eða einhverju inn í innstungur, en gamlar innstungur eru það jafnvel ekki. Saman með fjöltengi, þau eru ýmist með vörn eða ekki. Við þurfum alltaf að passa, ef það eru lítil börn á heimilinu, að nota ekki fjöltengi nema sem eru með svona öryggisvörn, þannig að það sé ekki hægt að stinga einhverju þarna ofan í, og fylgjast með að þau komist ekki í eitthvað það sem hægt er að taka úr sambandi að getur valdið hættu. Við þurfum að passa að setja ekki of mörg tæki í samband við fjöltengi. Þau eru ekki, þó þau séu með mörgum tengjum, ef við erum með raftæki sem þurfa mikið rafmagn, þá borgar sig ekki að setja mörg svoleiðis og alls ekki að tengja saman mörg fjöltengi. Það er í raun stór hættulegt. Eins að vera með fjöltengin á stað þar sem að loftar sæmilega þau geta hitnað. Rafmagn og vatn fer afskaplega illa saman. Við þurfum að passa að tæki sem er í samband að þau blotni ekki, nema þau séu þó sérstaklega gerð til þess að þola vatn. Þegar við erum að elda, þá þurfum við að passa að hlutirnir ofhitni ekki, og ef það kemur eldur hjá okkur, þá megum við ekki alltaf setja á hann vatn. Það borgar sig yfirleitt að reyna að kæfa hann frekar eða nota dufttæki. Ef það kveiknar til dæmis í olíu í potti, þá má alls ekki setja á það vatn, því að olían flýtur á vatninu, og ef við skvettum á þetta vatni þá flýtur logandi olían bara og skvettist í allar áttir. Svo geta orðið gufusprengingar í þessu líka. Það getur verið stórhættulegt. Til þess að koma í veg fyrir slys þá er rafmagnstafla í húsinu heima hjá okkur, og ef það verður álag á einhverju tæki, of mikið álag sem gerist af því að tækið er bilað eða rofnar vír í tækinu eða jafnvel snúrunni á tækinu, við þurfum að passa að henda öllum snúrum, skiptum þar ef það skemmast eða kemur gata á þær. En ef það sleppur út of mikið rafmagn einhvers staðar, að þá eru öryggi eða vör í rafmagnstöflunni sem slá út. Ef það fer of mikið rafmagn í gegn, þá bara slökkva þær á. Þetta er svo komið í veg fyrir að það verði stórslys, að kveikni eða þess áttar. En þó að þessi varúðarráðstöfun sé, þá getur kveiknað í samt út frá rafmagni. Síðan er í töflunni einn svona sértæki sem kallar lekaliði eða lekastraumrofi. Hann slekkur á öllu kerfinu og hann gerir það mjög hratt leið og eitthvað óeðlilegt er í gangi. Hann er svona alveg auka varúðarráðstöfun.